Einnig verða innleiddar mikilvægar breytingar varðandi húsnæðismál landsmanna sem efla leigumarkaðinn og tryggja fjölbreytta kosti í húsnæðismálum. Skuldavandi heimilanna náði hámarki á árinu 2009 en síðan þá hefur markvert dregið úr honum. Nú árið 2012 lætur nærri að skuldastaða íslenskra heimila sé svipuð og hún var á árinu 2006 til 2007. Úrræði stjórnvalda og fjármálastofnana hafa því raunverulega skilað árangri þó áfram verði vissulega haldið. Staða heimilanna okkur líka mikið áhyggjuefni. Við sjáum það að fjöldi nýrra heimila að lenda í greiðsluvanda. Margir þeirra sem hafa verið að glíma við vandann hafa enn ekki fengið fullnægjandi úrræði og niðurstaðan af allri þessari stöðu afskaplega skýr. Hér á Alþingi verður að leggja áherslu á mál sem auka ráðstöfunartekjurnar og tryggja atvinnu. Góðir áheyrendur, komandi vetur, kosningavetur, fer í hönd. Hann á að mínu mati að geta farið friðsamlega fram. Enda bjart framundan að uppistöðu til í íslensku samfélagi eftir mjög erfið ár sem eru að baki. Það ætti því ekki að þurfa að vera erfitt fyrir okkur að vera á sæmilega uppbyggilegum nótum. Það legg ég að minnsta kosti til að núverandi stjórnarflokkar geri og bendi á þau fjölmörgu tækifæri og miklu möguleika sem við erum nú komin í aðstöðu til og höfum lagt grunninn að hægt sé að virkja okkur til hagsbóta. Strax á morgun munum við kynna nýjar tillögur til lausnar á skuldavandanum.